Já, góðir hlustendur, velkomin á Rauða borðinu á föstudegi og eins og vanalega á föstudögum þá eitthvað vesen á Benedikt Erlingsinni. Hvað málið? Hvar ertu núna? Ég hérna á Eyrarbakka í ættaróðali mínu sem heitir Einarsöfn og Eyrarbakka og þar voru hjón fyrir meir en 120 árum sem keyptu þetta hús. Þetta tvíbýlishús byggt af föður Guðjón Samúelssonar, Samúel. En þau sem sagt flytja inn í þetta eru tómthúsfólk, þetta fólk sem jarðarlaust og það vinnur við verslunin eða fiskverkun. Hann var ekki eins og sjómaður, hann skar tóbak og vafði því teppi, þetta er suður-amerískt teppi. Á hvaða öld eru við það sem þessi frásögn byrjar? Síðustu, byrjun síðustu aldar. Þetta eru hjónin og börnin sem alast upp í þessu húsi. Þetta er langafi minn og langamma og svo er hún, Sigurjón, afabróðir minn, hann var nefnilega myndhöggvari og hann gerði svona styttu af mömmu sinni sem eru öllum listasöfnum í Norður-Evrópu og heitir Hin norræna móðir. Og hún þykir mjög köld svona, menn sem sagt búa til narratífum köldu norrænu konu, víkingamóðurinn. Sigurjón Ólafsson. Hann er afabróðir minn. Afabróðir þinn? Já. Okay. Og rauninni var hann elsti bróðir, má segja, hann var alinn upp eins og elsti bróðir föður míns. Hann var ungi drengur, en þegar amma og afi giftu sig þá eftir brúðkaupsnóttina mætti þessi 14 ára unglingur á treppurnar með hor í nös og flutt inn. Og þau ála hann upp og kom hún til náms til Kaupmannahafnar. Svo sendi hann óhreinatauið sitt með Gullfoss til Reykjavíkur. Og afi bakka og sótti pokann og amma þreif og straujaði og svo fór þetta í næstu ferð. Þvottahúsið var í Reykjavík og Gullfoss var látið flytja þetta á milli. Svona hjálpaði fólk á þessum tíma. Og þetta var samyrkjubú, fólk var samábyrgt og þetta var líka svona í hinni fjölskyldinu og þetta er örugglega líka í svona ykkar fjölskyldum að systkinin af þessari öld, þessi ungmennafélagskynslóð, þau styðja hvort annað, þau hjálpa hvort öðru, þau ráða hvort annað í vinnu ef þau geta það er nepotismi í gangi og þau eru náttúrulega fyrsta lína velferðarkerfisins. Ég veit það ekki, var þetta þannig þinni ætt, Mikael, að það var farið með þvottinn á Gullfossi? Það var ekki alveg þannig, en mér skilst að landsliði fótbolta að gera þetta. Þeir fara fyrst út drengirnir, þá var þeir sendið til Noregs eða Holland eða Belgíu og þá senda þeir þvottinn heim til Íslands með Æslander. Láta mömmu þvo. Allavega hef ég lesið það í viðtölum, en fyrir utan Gullfoss þá náttúrulega var þetta svona að hjálpa stað, Ég man eftir að pabbi sagði mér að þegar hann ólst upp á bjóðan í 40 fermetrum í Árbænum og einn veturinn flutti og þau byggu þarna 10 og í 40 fermetrum og einn veturinn þá flutti bróðir afa inn á þau með alla fjölskylduna og tóku bara yfir eldhúsið og af því að hann var í stýrimannaskólanum þann veturinn. Segðu mér, Benedikt, af hverju ert þú í ættaróðalinu sem getur rakið 4 ættliði aftur á bak í tímann? Hvað varðum hinn ættbúana? Faðir minn, þetta var þannig, gera þetta stutta sögu, en þessi systkini, þau eiga þetta hús, afi minn og systkini hans, og reyndar eignast afabróðir minn Guðni þetta mestu, en svo dreifist þetta á þau og faðir minn, sem hafiði svona kapitalíska taugar, hann sölsaði þetta undir sig, svona hægt og bítandi og keypti út alla frændur sínar og frængur út úr þessu húsi og átti svona stóran hluta en þó ekki allt og svo erðum við bræðurnir hann að þessu og ég á þetta í dag með bræðurum mínum 2 og frændum, öðrum frændum 2. Þannig að við notum þetta sem skrifstofu og leikvöll og sumarhús og ræktum kartöflur hérna. Þeir eru góðir kartöflukjallarar. Ég dvaldi einu sinni á Eyrarbakka í nokkra kannski svona 7-8 vikur, skrifaði bók. Bara eins og Halldór Laxness, hann skrifaði víst Íslandsflugguna hér líka. Málsvörn mannasmorðingja sem ég skrifaði hérna. Ég var að leita sjálfum mér í fjörunni í Eyrarbakka.
gekk alltaf svona fram og tilbaka í fjörunni og var að svona hugsa kirkjugor, að heimurinn gæti ekki endur tekið sig. Og það mjög gott þegar maður labbar niður í fjöru, þannig að hafið aldrei alveg eins og meiri sér ekki sandurinn og fuglarnir öðruvísi og þarinn öðruvísi og svo smátt áttar á því að þú heldur aldrei alveg eins. Þannig að þetta annað fyrir mér á Eyrarbakka. Já. Lífið endurtekning en þú getur aldrei endurtekið þig. Nei. Þetta ekki slæmur staður því að þegar maður horfir hér í suður þá bein lína á suðurpólinn, Antarktika, það ekkert land á milli. Ég sé ekki svo vel, sko. Ég sá bara Vestmannaeyjar og rétt rúmlega það. En Mikael, ég heyrði svo fallegar alltaf sögur af þér sem ungu manni þegar sem þú varst svona stólker elda upp í Halldór Laxness þar sem hann var á Reykjalundi. Þannig hann að því að hann var hér að skrifa. Þetta ekki rétt? Sast þú ekki hann? Og síðasti ungi blaðamaðurinn sem nær ykkur viðtalið við hann eða nær samtalið við hann? Jú, við Gunnar Smári þá sögum saman. Ég ætlaði að vera yngsti rithöfundurinn, óútgefinn og hitta elsta rithöfundinn sem var margútgefinn og fór og heimsótti hann og skrifaði frábæra grein sem var fyrir tímarit sem Gunnar Smári var að ritstýra fyrir 25 árum eða 26 árum eitthvað. Já, ég veit ekki alveg hvað nákvæmlega mörg ár. Þetta eru 25 ár. 25 ár. Já, kannski 24. Og svo var ég í rauninni, þetta eina skipti sem ég raunverulega gugnað sjálfur, Þetta svona, ég ánáttúrulega skammast mín en ég var svo ungur og vitlaus að ég fekk með svona holskeflu af símtölum og hótunum og útgefundur hans voru að hringja í mig og hóta með lögsókn og ég var fátækur 2 barna faðir sem bjó í Fellahverfi í Breiðholti og fannst ég vera bara miklu minni en ég var og var svona, og var svona lítill í mér og bara gugnaði og hringdi Gunnar Smára, ég man þegar hringdi ég hann og sagði hann bara að ég var yrði að draga þetta tilbaka, greinina. Þorði ekki að birta hana. Það var fyrsta greinin sem að Mikael skrifaði fyrir mig, heldur. Já, þetta fyrsta greinin sem og þetta var það var líka eftir að hyggja, það hefði ég náttúrulega átt að hlusta á Gunnar Smára sem ég hlustaði ekki á, hann sagði mér að vera hugrakari, ég myndi sjá eftir þessu og ég gerði það alveg, en eftir að hyggja líka var þetta, þetta var líka, þetta var náttúrulega ömurlegt fólk, sem var að sjá útgáfu á Laxness-verkum þá, að hringja, þetta var algjör Laxnesska að gera þetta og var mjög mikið ævintýri og var góð grein og en það er ekki of seint að birta hana núna, þú getur birta hana núna, ekki? Ég er eiginlega búin að birta hana endurskrifa í einum af þessum bókum sem ég var að skrifa síðust ár, vegna þess að það voru svona ungir taktar sem að stundum með sagt eitthvað svona Mikka Torfastælar í greininni, allt var svona klikt út með einhverjum svaka setningum og töffarastælum og bam sem að ég svona endurskrifaði að þetta væri aðeins sem að var alveg fínt, það var eins og það var svona hráleiki í því, En það fallið, já. Þannig ég hef lesið þetta sjálfsagt eftir, þú skrifaði þetta inn í útgefna bók. Já, ég skrifaði þetta inn í þetta bækur fjölskylduna mína, skilur. Þetta er með þekktari óbirtum greinum, held ég. Já, mjög og það var alveg skrifað þetta partur af því ástæðan veistu það, Mikael, Benni hefur ekki lesið neina grein eftir þig, en þetta er eina greini sem hann þekkir eftir þig. Ég hef lesið bækur eftir. Benni var náttúrulega, ég stolkaði Benna líka, þá var ég ungur, ég var ungur kjúklingaslátur, sem ég hef komið inn á þessum þætti, ég var að drepa 500 kjúklinga á dag og bjó á Hellu og ég keyrði frá Hellu á Reykjalund til að hitta Laxness og svo hafði ég farið til menningarferð til Reykjavíkur og séð Ormstungu og ofboðslega hrifinn og taldi, ég leiti einhvern veginn á það að ég var byggi bara árið 1930 eða eitthvað, það væri miklu lengra til Reykjavíkur heldur þau var og flutti Benna og Halldóru Geirharðs inn, fluttuðu til Hellu, í Hellubíó og
kjúklingasláturinn. Og svo, þú veist, ég held að það var ekki mætt margir, sko, þetta var, fólki bara segja með sig, ég get bara keyrt í Reykjavík og með langar að sjá þetta, ég þarf ekki að sjá þetta í Hellubíó. Þetta var mjög sögulegt, þetta var fyrsta leikferði mín, við leigðum einhvern van og græjur og það voru einhverjir paljettur og búa og þetta var meiri háttar framkvæmt og kannski arðurinn var ekkert svo mikið, það var óborgarlegt og við vorum svo einbörnir við Dóra, þarna var bara þessi stráklingur eitthvað sem bjó þarna og vann í kjúklingasláturhúsi, átti börn og bur og Hvolsvelli og hann vildi flytja okkur inn. Þetta var algjörlega fullkomlega óglemanlegt. Við lögðum á, en þetta var... En kannski eftir á hyggja... Ég var þarna til þess að græða peninga, sko. Já, eftir á hyggja. Hann var þarna til þess að færa út menninguna. Ég var fyrir fagnaðarinn. Þú varst að byrja út fagnaðarinn. Já, eftir á hyggja byrði, þá hefður þú kannski ekki eftir að fengið þetta símtal frá Hellu að þið ættu að fara að túra þangað með leiksýninguna. Þá hefðu kannski ekki átt að kaupa rockstjörnurútuna og líta svo á að þetta væri það bara að meika það, sko. Jú, við þurftum að flytja allar kastarana með okkur. Þetta var ekkert rockstjörnurúta. Þetta var bara... Herðu, en við byrjuðum svolítið skarpt í þættinum og ég náði ekki að kynna. Hérna eru fastagestir á föstudögum. Það er Benedikt Erlingsson, Mikael Torfason og Biggi Veira er mættur. Og svo er leynigestur sem er Magnús Skeving. Yes! Já, ég var að labba hérna áður en að við tökum upp þennan þátt og ég var að hugsa, sko, hvað get ég gert fyrir drengina til þess að gera þeim lífið skemmtilegra, að finna eitthvað. Ég get sagt góða sögur af Magnús Skeving. Já, og ég hringdi í Magnús Skeving og við tökum á móti honum með því að Benedikt segir skemmtisögu af Magnús Skeving. Já, hann kenndi mér óskaplega stóra leksíu, einu sinni. Ég heitt hann í flugvél. Ég var að framleiða mynd og ég var að reyna fjármagnana og fara til fólks og sníkja við að býða það að fjárfesta í þessu glæfralega verkefni. Það var mynd hesta og ég var með svona bækling og ég var með texta og ég var búinn að tala og æfa mig og allt og svo ég svo heppinn að ég hitti Magnús í flugvél þar sem við erum að koma til Íslands báðir úr sumarfrí og ég náttúrulega sest að honum og fæ hann til þess að lesa hérna bæklinginn og hann náttúrulega kemst ekki burt, hann er bara fastur í flugvél og hann þarf að kynna sér þetta og taka afstöðu til þess, hann var óskaplega kurteis og mér góður og elskulegur, hann láti þetta yfir sig ganga og svo ég þetta eftir hann komið frammi, hann situr framar en ég og svo kemur hann til minn seinna áður en fluginn lendir inn á ganginn og kallar mig til sín og spyr mér svo ok Benni, segðu mér og heldur á þessum pésa segðu mér, hvað er success fyrir þér? Og ég segi, hvað meinar? Hvað meinar success? Ég meina, þú veist að fara að gera hérna mynd. Hvað er success fyrir þér? Hvert þetta stefna með þessu? Já, getur þú útskýrt hvað áttu við? Ég meina, þú veist, Björk eða Britney Spears? Og ég bara, Björk eða Britney Spears? Hvað meinar? Ég meina, Björk seldi 8 milljón eintaka á fyrstu myndinni sinni, á fyrstu plötunni sinni. Britney Spears seldi 36 milljón eintaka. Já, og þá var, ég er svona kannski bara meira að hugsa Björk, sko. Ég kannski get alveg sagt mig með 8 miljón eintök svona af þessari mynd. Ok, en þá fattaði ég var búin að missa hann. Magnús var að stefna herra, sko. Hann hefði verið með að ég sagði Britney Spears. Ég ætla að skjóta því inn að það hefur komið fram að Magnús hefur sagt frá því í viðtölum að á þessum árum þá notaði hann flugið til þess að sofa. Það var eini staður sem hann svaf. Þannig að ég ætla að vera að benda á að þú er að tala við mann þar sem að þú varst til að ræna svefni þarna. Já. Þetta er allt rétt hjá honum. Þetta er hárrétt. Allt saman. Já. Ég sagði að vísu að þetta væri 96 milljónir sem Britney Spears seldi. Ok, já. En öðru leyti er þetta hárrétt og en þetta var þetta var flott verkefni hjá honum. Þetta var frábær leikstjóri, það er bara heiður að fá það að spurða það svona manni, sko. Viljið þið kannski segja ykkar sögu af Magnús Skeving, Mikael eða? Það er nóg að þeim til maður. Og ég segja frá því hvernig ég hitti Magnús fyrst, svona þegar ég myndi eftir því. Þá við vorum að tala því að Benni er á Eyrarbakka og ég hafði verið á Eyrarbakkar og var að skrifa bók og svo fór ég upp í Hveragerði
og heimsótti Hallgrím Helgason sem hafði leigt svona pínulítið rithöfundahús sem þarna áður að fer upp brekkuna. Það eiginlega sko valla eitt herbergi, pínulítið, og þar satt hann og var að skrifa þá, þetta alltaf að koma held ég, og við sátum þar og vorum að spjalla. Þá var bankað á hurðina og Hallgrímur fór svona fram og ég heyrði hann svona að tala við einhvern mann og segja blessaðu, góðan daginn. Já, góða kvöldið, ert þú hérna að skrifa bók? Og Hallgrímur sagði, já, ég líka að skrifa bók hérna í Hveragerði, sagði maðurinn sem ég hafði ekki séð. Já, ég hérna niður á Hótel Örk og ritarinn minn svona aðeins að fara yfir hann. Ég fór í svona smá göngutúr og vissi að hérna væri kannski einhver rithöfundur líka að skrifa bók. Og þá sagði Hallgrímur, já, vill ekki bara koma inn og hleypti honum inn. Og þá var það Magnús Scheving sem var að byrja að skrifa Latabæjarbækurnar sínar á sama tíma og Hallgrímur var hann. Og þetta var mjög skemmtilegt samtal. Mjög skemmtilegt sko. Og þeir fóru svolítið að leika hvern annan. Hallgrímur fór að reyna að fara í svona leikfimiðsæfingar og Magnús settist fyrir fram að tölvuna hans Hallgríms og þóttist vera rithöfundur. Manstu eftir þessu kvöldi, Magnús? Ég man eftir þessu, þetta var frábært. Þeir tóku vel á móti mér og þetta var mjög skemmtilegt sko. Þetta var virkilega skemmtilegt af því að mjög einmannlegt að vera svona rithöfundur, þið vitið. Og það var alveg æðislegt að fá allt í einu svona, það var eins og að hafa hitt allt í einu svona alvöru fólk. Fyrir mig var þetta bara svona, wow, ég kom allt í einu talaði með alvöru menn, labbaði maður út svona dóttir tómur og þetta fyllibíta gat. En þá lærði ég meðal annars að Magnús alveg upp af stækum sósíalista, það ekki rétt að minna það með Magnús? Jú. Sko eins og Benni á erfiðleikum með þetta hafi verið alveg upp af sósíalista, þannig að kannski þú getur svona hjálpa honum að sætta sig við þetta. Magnús, hvernig er að vera alveg upp af sósíalista? Já, málið er nefnilega það, ég er alltaf svo ánægður með það í rauninu og hef reynt að predika það út lífi og mér finnst núna verið alltaf svona vöntun á því bara reynilega í íslensku samfélagi almennt, bara í eiginlega öllu. Það er það hvað svona tolerans er orðið lítið allstaðar. Og mér svona sársauka þröskuldur er orðið svo óbúðslega lágur og á öllum sviðum. Mér finnst þetta eitthvað svo að ég veit ekki einhvern veginn, við tökum allt svo alvarlega, bara allt. Þú veist, þegar einhver segir eitthvað eða gerir eitthvað, bara eitthvað, þá einhvern veginn verður alltaf blásið allt einhvern veginn upp og mikið, sko. Ég væri alveg saman þá Benni Ellings myndi öskra á mig eða whatever og það er engin áhrif á mig, sko. Og þess vegna held ég það að þetta er gott að vera alin upp báðum megin. Maður getur tekið, sko, sér til dæmis svo sósíalismann og kommunismann og allt þetta. Það er margt gott í því, sér líka margt alveg fáránlegt. Og maður verður að meta þetta. Maður getur ekki verið bara íhaldsmaður, það gengur náttúrulega ekki upp. En þú verður að vera allt þetta. Og ég held að þú þurfa að vera nefnilega ruggu, hvernig var þetta, læknir, lögfræðingur, rugguhestur og kerra eða hvað þetta var hérna. Þú þarft að vera allt þetta. Ég held að það sé best að eiga nóga og þetta koma í lífið með empty box. Þetta mæta til lífsins með empty box, tómt box. Svo bara tekur upp úr boxinu það sem þú þarft að gera. Og skoðanir og svona. Maður á ekki að vera prinsipmenn til dæmis. Magnús, ég verð að benda á eitt að ef þú er tómt box, þá tekur ekkert upp úr því. Það er tómt. Jú, það er nefnilega fullt. Það er nefnilega dálítið skrítið þegar það er empty box, þá er það nefnilega fullt. Það er nefnilega það sem ég er að segja. Það er nefnilega tómt þegar menn tróða bara hugsunum sínum í það, af því þá eru þeir ekki tilbúnir til þess að tjekka á öðrum hugsunum. Það er ekki pláss í boxinu. Þeir voru að finna. Já, ég held að það sem að Magnús er kannski að reyna að koma inn og er svipað eins og maður reynir að nota bara í sköpun almennt er það er að maður reynir bara við bara að detacta sig og reyna að koma aðeins utanfrá, bara dálítið svona ferskur af hlutunum og reyna að skoða hlutina þannig. Já. Og þegar að þessi gagnrýni á sósíalismann og svona og þessi tókstreita einmitt núna með nýfrjálshyggjuna í gangi, það er svona, og eins og hann segir, það er allir eitthvað svo hörundsári, það er mjög mikill sársauki í þessu samfélagi sem þarf bara greinilega eitthvað aðeins að vinna með, og það er þess vegna sem er svo, við byrjum fyrsta þáttina að tala samtali og svona, og þess vegna finnst mér bara svo mikilvægt að koma að því pínu ferskur, en það er að sjálfsögðu, eins og er bersýnilega búið að koma í ljós í samtölum hérna á stöðum hjá þér, að það er mjög mikið sem við þurfum að sækja úr fortíðina sem gekk þar og taka
taka þessi vísindi sem gleymdust þaðan og reyna aðeins að skilja þau í nýju samhengi til þess að við getum fundið okkur nýja framtíð. Ég er sammála þessu. Og þess vegna þetta er gott að vera alveg upp stundum að sósíalisma líka. Það er bara, ég á fullt af vinum úr Garðabæ og ég í smá vandræði með þá. En sko, svo náttúrulega eitt sem heitir að talk the talk og walk the walk. Og ég alveg fyrir framan ameríska sendiráðið og af herstaðið andstæðingum. Og ég horfði á alla helvítis vinstri elítuna, lepja þarna kampavínið og vínið í ameríska sendiráðinu og koma þarna draugfullt og láta degra sig. Það voru allir fínu allaballarnir og allir stjórnmálumenn og helst þeir. Marshall Bremert og Pamela sem voru þarna mjög dugleg, þau helst vildu tala við sósíalista og partíið var þar mest. En þá getur maður sagt, og af hverju mátti ekki sósíalistar fara í partíið til ameríska sendiráðsins? Var það ekki allt í lagi? Ég meina, sendirann hann vildi helst tala við fólk sem var ekki alveg svona sammála sér. Honum fannst þetta miklu skemmtilegra fólk. Heldur nýjandi. Og þetta kannski þroskaðist ég seinna til að skilja, þó ég hefði verið mjög eldheitur í glugganum þannig, froðu fellandi af bræði. En mér langar bara að segja eina sögu, walk the walk og talk the talk. Ég átti 2 afa. Annar var rauður og hinn var blár. Og rauði afi minn, hann var mér að segja einn á stofnendu kommunistaflokksins. Hann var settur á svartan lista og fekk ekki vinnu sem kennari. Af því að hann var svo mikill sósíalisti. Og hann missti af því þegar hann dó, hann Thorlacius, Austurbæjarskólastjórinn. Hann kom akkurat, hann var búinn að fá loforðum þar starf og þá var hann bráðkvættur. Og hann finnst að byrjar einhverja píslagöngu og endar á því með litla fjölskyldu og hann flyttur inn í Svínastíu og Bragga og hann byrjar á því að byggja hús og selja ofan af sér. Og byggði kjallara, síðan byggði hann aðra hæð, síðan flutti hann fjölskylduna á aðra hæð með kjallarinn var fókaldur og svo seldi hann þá kjallarann og svo framvegis. Og hann fjármagnaði svona hæð og móðir mín og systkini hennar voru alin upp bara í svona einhverju steypuríki í gegnum 4 hús. Og hann varð kapitalisti. Því hann eignaðist peninga, hann fór að safna peningum og hann var afinn sem átti pening. En hann var með á banka. Og hann var með þess að afinn sem, leist ekki vel á húsakaup dóttur sinni og neitaði að lána en hann átti peningin. Þannig að í raunverulega var hann kapitalistinn, þó hann hefði verið kommunisti. Svo átti ég bláan afa, sem hefði með þess að gengið í Vörð, sem var félag ungra sjálfstæðismann á sínum tíma, og hann stofnaði og var einn af stofnfélögum bakarameistarafélagsins og iðnsveinameistarafélagsins, stóð fyrir rúgbrauðsgerðinni og sultugerðinni og eggjasamlaginu og öllu þessu. Og þetta hljómar eins og sósíalisti, sko. Það var samvinna og samhjálp. Hann var sósíalisti, hann starfaði við samvinnu og samhjálp og tengja fólk og virkja samtakamátt, en hann var samt blái afinn. Þannig að ég er alveg upp við þennan paradox. Það er ekki eitt sem þú gerður eða stimplaður og svo hvað þú gerir raunverulega. Það hendi inn einu punkti. Ég skil þetta. Ég nefna þetta bara svona að það er fígúra í Latabæ sér Glanni Glæpur. Hann hreyfði sig mest í Latabæ á öllum. Af því hann eyddi ómældri orku í það að láta ekki annað fólk hreyfa sig. Og hann eyddi svo mikilli orku í það að hann hreyfði sig mest. Það gerir stundum í þessu, sko. Ég næðis ekki. Jú, það er stundum þeir sem eru sósíalistar, þeir fara svo all in að þeir verða í rauninni mestu kapitalistarnir. Og svo að þeir sem eru mestu hinum megin, þeir verða mestu sósíalistarnir. Þetta fer stundum í þessa áttina. En Magnús, ert þú ekki kapitalisti? Ég veit ekki, ég hef aldrei unnið fyrir peninga. Ég man aldrei eftir að hafa unnið nein verkefni fyrir pening. Ég vann alltaf miðað við það, bara afköst og þá fæ ég borgað. Ég síðasti maður fæ borgað, búin að borga öllum öðrum. Það er ekki kapitalismi. Kapitalismi er sá sem safnar ykkur og ég held þessi bara langt fyrir það þessi kapitalismi. Ég held þessi bara Gunnar. Hvað segir þið? Þú skilgreint kapitalisma, Gunnar, fyrir okkur fyrst. Getur þú skilgreint hvað er kapitalisti fyrir þér? Þú er ekki bara sá sem á fyrirtækið, þú ert að tala um það er fjármagnseigandi, lifir á vöxtum. En er það slæmt?
að ávaxta þú ert orðinn eins og kaþólskur maður á miðöldum að það sé óguðlegt að ávaxta fé. Nei, við erum bara að skilgreina, þú veist, ertu kapitalisti, þýðir bara það, ertu fjármagnseigandi sem lætur féð vinna fyrir þig. Það er bara ein spurning, ég ætla ekki að fara að dæma það hvort að það sé gott eða slæmt, ég er bara að spyrja. Við erum að tala ég vilja halda það að maður hafi ekki verið nógu gáður til þess í rauninni, að því ég hef alltaf trúað á að maður þurfa að vinna, leggja á sig og svona. Þessi mantra sem kemur úr okkur rugli á okkur Íslendingum, ég er aðeins svo mikið þar. Og þannig að ég held að ég sé svona mitt á milli, eiginlega, ég er ekki nógu gáður til að vera nógu mikið skapari og listamaður og ég er ekki nógu klár til að láta féð ávaxta sig. Ég er það mitt á milli. En er þetta ekki samt eitthvað erfitt með þetta, þú veist, kapitalismin er eitthvað flóknara en bara fjármagnseigandi. Þú veist, Elon Musk er kapitalisti, er að selja fólki bíla og stofna eitthvað SpaceX og eitthvað, en hann er eiginlega, og hann á öll atvinnutækin í þessum fyrirtækjum, SpaceX og Tesla, en hann virðist ekki vera fjármagnseigandi, því að hann er alveg... Hann er arðræningi, þannig kapitalisti. Já, það er skilgreinaði þannig, hann grætir alltaf peninga á PayPal eða eitthvað og hann eyðir öllum peningunum sínum í bara næsta prójekt eða eitthvað og þú veist... Er ég arðrænir? Það er vantilega starfsfólki eða eitthvað sem á ekki fyrirtæki með honum eða eitthvað en það lítur að vera skilgreiningin en hann er ekki fjármagnseigandi, þetta er svona gaur sem er svona couchsurfing, hann er gazilljóner út af einhverjum hlutabréfum sem er skráð á hann. En svo er hann vístilega eigi ekki hús og býr bara á sófanum hjá okkur vini sínum með það. Þannig að nú komið skilgreining. Ef þú átt sparifé á banka og það er á vöxtum, ef þú átt húseign sem þú leigir, þá ertu væntanlega líka kapitalisti eða fjármagnseigandi. Frekar lítill kapitalisti. Ok, lítill. Og ef þú ert með starfsmenn þar sem þú borgar þeim of lág laun, þá ert þú kapitalisti. En er maður ekki líka... Er þetta skilgreiningin? Þetta er ágætt, að þú tekur hluta af verðmæti verða til með vinnufólksins og ef þú tekur hluta af því og lætur það bara fá bara part af því, þá er það aðrænað. Ég verða að koma með Magnús í skefin til aðskorun, það er aldrei sem eitthvað kapitalisma, Ég heyrði sögu að vinkonum mínum var að kvarta undan því og hún á einhverja senaða vinkonum sem er eitthvað mjög mikið að pæla í sen og eitthvað svona andlu og vinkonum minn er bara eitthvað inn í tísku gerunum að gera eitthvað og bara að lifa lífinu og svo var hann kvarta undan því ekkert að hitta vinkonum sína og hún kemur svona ertu búin að hugsa dauða? Það er bara mjög, hún er ekkert, henni fannst það mjög óþægilegt að vera einhvern veginn pínt í þetta og núna er þetta að pína Magnús Scheving einhvern veginn að ákveða hvort það sé kapitalisti. Þetta er ekki alveg þannig, ég held að kerfið sé einhvern veginn að búa til einhverja flokkun sem við viljum eiginlega losna við. Magnús Scheving athafnagauð, skilur, hann er svona gauð sem lætur hlutina að gerast. Svo eru aðrir sem að... kapitalisti. Eins og Elon Musk er líka þannig. En ég á peninga á banka og þeir eru á vöxtum. Ég á núna húsegn sem ég ætla að leigja út, þar með er ég kapitalisti, samkvæmt þessu. Ég á líka hús sem ég leigja út. Ég á einhverja milljónir í húsi sem ég er búin að vera að leggja hellur í. Ég lagði hellur á pening núna, Þeir eru á vöxtum, þannig að við erum kapitalistar. Já, við eigum fjárfestingar. Strákar, ég ætla aðeins að benda á að ég spurði Magnús að ég er forvitin hvernig hann skilgreinir sig af því að það var að tala um sósíalistan pappa sinn og ég með langar bara að vita hvort hann væri alveg upp á sólsku heimili og upplifði sig sem kapitalisti. Þannig ég spurði hann. Þið hins vegar fóruð alveg kapp við að reyna að skilgreina hann var ekki kapitalisti. Þannig ég var bara að spyrja hann, Magnús minn, skilgreinir þú þig sem kapitalisti? Og ég er bara alveg til í að taka því gilt sem hann er. Ég segi aftur þetta sama og þreytist kannski við það. Ég er nefnilega held að þú getur orðið miklu meira heldur en eitthvað og þú getur verið allt og ekkert. Og ég er aftur þarna. Og þess vegna vil ég ekki skilgreina fólk sem kapitalisma eða eitthvað svona, en Ted Turner, þegar hann vissi daginn sem hann varð milljarðamæringur, hann var bara á skrifstofunni sinni, CNN lonsaði út og allt og hann er að ríkum ættum sem voru seldur pappa, svo það er eitthvað bílasali og hann enda með því að hann er að gera þetta CNN í bílskúrnum heima og segja Atlanta í einhverju stofnun. Svo allt í einu vissi hann þegar hann varð milljarðamæringur. Hann sér það bara hvers virði bréfin eru
og hann hljóp fram og vissi ekki hvort hann átti að öskra og allt starffólkið hans svo öfundsjúr. Þannig að hann ákvaði að gera það ekki. Og þannig að hann keyrði heim til Jane Fonda. Jane Fonda var þarna í æfingagallanum og stökk heim og sagði við Jane Fonda, við erum milljarðamæringar. Þá sagði hún þessa setningu, Ted, that's a great idea, but the kids need help with the homework. Og þannig að hann myndi meina, en var alveg sama hvort að hann væri milljarðamæringur eða ekki. Þannig að ég segja að kapitalismi oft sá sem með gat og fyllir aldrei í gatið. Hann þarf alltaf meira og kapitalismi, við eigum ekki meira heiminum, hann bara svona stór og við getum ekki látið hann vaxa 5% á ári, alltaf. Það bara ekki hægt. Stundum það bara nóg að vera nóg. Ég nefni dæmi, Coca-Cola, litla glerflaskan hennar Coke. Hún var alveg æðislegu drykkur. Þú opnaðir hana og drakst hann og var bara svona æðis með hljóði, eitthvað. Það var frábær drykkur. Svo þegar þeir þurftu meira, Warren Buffett þurfti bara meira, þá byrjar að stækka stúdín og gerði 1 lítra Coke sem við munum eftir, ég svo gamall og það var jafnstórt á Hallgrímskirkja, þetta var heilsíða í Morgunblaðinu og passaði að vera 6 manna fjölskyldur í 2 vikur og orðið goslaust og svo var þetta allt í 2 lítra Coke sem þú opnaðir og þeir stækkuðu stúdín og þú veist. En þetta og núna í Bandaríkjunum getur ekki keypt alvöru Coke, þetta orðið ekkordsíróp með einhverju viðbjóði og þetta orðið eitthvað, drykkurinn farinn Það búið að eyðileggja hann í þessu 5% stækkun. Þannig ég segi að kapitalismi í mínu huga þegar þú ert alltaf að stækka. Stundum þurfum við ekki að stækka meira. Þetta interessant. Þetta ávöxtunarkrafan, sko. Og þetta eiginlega hugmynd fyrir hagfræðinga. Þetta raunverulegur grunnur þess? Ef það ekki alltaf smá hagvöxtur, verður þá til verðhjöðnun sem víst eitthvað hræðilegt. Hrínum þá sístinn. Það að sér að segja, þetta ekki rugl? Það kannski, þú ætti kannski að fá einhvern hagfræðing sem útskýra fyrir okkur þess að hugmyndin hinn konstant vöxt sem runni grunnurinn í allri hugmyndafræði okkar, hinn stanslausi litli vöxtur. Hvað voru margir hagfræðingar teknir nú eftir hrunið sem fengu dóm á sig? Hvað margir hagfræðingar? Hagfræðingar held ég, veist. Það var engin hagfræðingur? Já, ekki þannig. Það voru fótboltamenn, já. Það var fótboltar að kenna. Ég meina íþróttamenn, fótbolti, ég verð að segja eitt fótbolta og peninga. Það mjög hættulegt, finnst mér, að hafa fótboltamenn í fjármálum vegna þess að þeir eru í hópíþrótt, þar sem að sigurinn skiptir einu sem getur máli og það má svindla ef enginn sér til. Þú veist, frægasta atriði í fótbolta einmitt svindl og það allir svo og menn sögðu bara þetta hendi Guðs, þetta bara frjálsa hönd markaðarins eitthvað að gera eitthvað, skilur, þetta bara frjálsa hönd fótboltar sem bara skora, skilur, þannig að mjög hættulegt að hafa fótboltamenn held ég í fjármálakerfinu, út af þessu. Ég svo hjartanlega sammálaður, þú ert með algjörlega, þetta nákvæmlega hárrétt, fótboltinn og boltaíþróttirnar eitt mesta siðspillandi afl í samfélaginu. Og þessi vandinn okkar í hruninu að til strákar voru allir í fótboltanum og þeir fóru í sturtu og þeir þvoðu samt ekki af sér siðleysið. Og líka, þeir fóru skýtur á sálinni inn í vinnuna. Og eins og þeir, reglunar eru feik. Reglunar eru feik að fílutnum til að þú mátt, ef enginn sér til það máttu brjóta þér. Og svo líka innbyggt inn í það, sem kerfi eins og bara það sem raunverulega peningar þeir eru, það eru bara karlmenn á vellinum. Það ekki sagt bara, heyrðu, Manchester United verður bara að vera með helmingin eða 11 í liðinu en það mætti hafa það 12 mjög vegna og helmingin á bara að vera konur. Það er bara eitt sem skilgreinir sig ekki sem bara eitthvað bara og svo 5 kallar og 5 konur og þetta byrjar það. Auðvitað ætti að vera þannig. Lágmark væri að það þú veist, menn að tala rosalega stoltir af jafnlaunavottun á Íslandi. Það er engin jafnlaunavottun í fótbolta. Mikki, enn í þessu þætti, finnst þér ætti að vera kona? Já, ég sem betur fyrir skipulað, ég ekki þennan þátt. Það á Gunnar. Gunnar, við eigum alveg eftir að taka þátt það seinna hversu karllægur þú ert og þá skulum við fá konur og krefja því dálítið í það. Það vilja engar konur vera með okkur, við höfum nátt 2 konum og það komið ekki aftur. Og þetta nefnilega rauðaborðið að ég tel þetta, ég skrái allt þetta hjá mér og það þannig við rauðaborðið hafa verið 53% gestanna hafa verið konur
Þannig að það ekki vandamálið að fá konu til að mæta á rauðaborðið, en ég á í rosalega vandræðum með að fá konu til að mæta ykkur. Það er Benni. Hann er svo frekur á fjörin. Er það ég? Ég trúi þessi ekki. Þetta til bara... Getur við til stjórnar það? Við þurfum þá bara að finna einhvers konar... Við þurfum þá bara að finna einhverja betri pick-up-línur og finna einhver samtal sem einhvern veginn meira aðlandi. Við erum greinilega ekki með nú aðlandi samtal. Ok, ég skal bara draga mig í hlé og við hleypum konin. Nei. Þetta er kannski tími fyrir því að læra, Benni. Já. En byrju, ég skildi... Allt samfélag þarf að læra. Ég var að hlusta á efnahagsþáttinn þinn Gunnar Smári daginn, rosaflottur þáttur, og allir voru að tala um hugarfarsbreytingu og enginn vissi nákvæmlega hvernig það á að fara fram, skilur. En það voru að fara að kalla eftir henni, en það er ekki að gerast, nei. Það er bara ennþá verið bara, þú veist, bara flyttin í, þú veist, bara allt í steik í hagkerfinu einhvern veginn og enginn að fara einhvern veginn í einhverja alvöru átt. Það er ennþá bara, menn eru bara eitthvað ruglaðir, skilur, og það er bara, þú veist, skilur, bara áfram, skilur. Já, það verður að tala að... Já. Af hverju ósköpunum ætti fólk að ráða fólk í vinnu? Af hverju ætti einhver að fara að hafa áhyggjur helgar og borga laun og af hverju er þetta ekki bara einyrki eitthvað? Af hverju átti að ráða fólk í vinnu? Hvers vegna ættir að gera? Af hverju ætti einhver helvita maður að eyða ævin í það að hafa áhyggjur þegar hann fer í bíó og það er alltaf að borga laun eða þarf að gera eitthvað? Af hverju ætti ykkur að gera þetta? Kannski getur Mikki svarað þessu, af því að Mikki hefur sést niður og skrifað bara sinn texta, skrifað bók eða, ég veit ekki hvort hann hafi verið yrkja ljóð, hann hefur gert það. En síðan hefur hann líka rekið ritstjórn. Hann er bara einn að vinna, skilur. Já, ég er að segja, hann hefur líka pröfað að vera með ritstjórn, þar sem þú getur gert sko meira en þú getur gert einn. Já, en hann á ekki ritstjórnina, hann er ekki ábyrgur fyrir því. Þó hann sé ábyrg, það er bara ein stétt ábyrg, það er flugmenn. Það er engin annar ábyrgur. Það er bara véli, það er allir þykjast þeirra ábyrgur og fara hærri laun. Ég veit engan sem er ábyrgur, ég veit ekki neitt. Allra síst kapitalistarnir sem eiga fyrirtæki, þeir ber aldrei ábyrg, sko. Þeir slepp alltaf. Maður berir ábyrg sem ritstjóri náttúrulega á því sem er í efninu og öðru, sko. Ég náttúrulega hef verið dæmdur, sko, mörgur sinnum í héraðsdómi og Hæstarétti fyrir greinar sem var birt í blaðinu og það er þá greinar sem ég hef aldrei skrifað neina af þeim greinum, sko, eins og Gunnar Smári segir, þá einhverju aðrir sem skrifa þær. En ég tengi að þýlutum til, Maggi, að mér líður miklu betur, sko. Maður er alltaf neyddur til að vera svona einyrki og þá er maður einhvern veginn sinn eigin kapitalisti og allt er í rauninni árangurstengt og allir sem er í þessu podcasti, sko, þá er það bara, maður gefur bók og maður það bara prósentur og maður vinnur ekki hjá neinum og býr ekki við, þannig að maður er alltaf að taka svona eitthvað persónulega fjárhagslega áhættu sem er alltaf svolítið svona í bara hagkerfinu, sko. Já. En mér líður miklu betur sjálfur að bera bara ábyrgð sjálfum mér, sko. En það er spurningin minn þessi, af hverju ætti fólk, ef að Gunnar Smári keyrir á að gagnrýna kapitalisma svo mikið, þeir sem að búa til störf eða whatever þeir að gera, af hverju ætti fólk að fara út í það og skaffa þessu fólki vinnu? Ef enginn skaffar þessu fólki vinnu, ef við hættum með ríkið á Íslandi, þá missa bara 60% þjóðarinnar vinnuna. En Magnús, af hverju ætti fólk að hafa stofnað Dagsbrún, verkamannafélagið Dagsbrún? Af hverju ætti það hafa gert það? Af því það hefur verið að vinna, sko, í vökulegu 1922, fólk vann á bátum bara 24 tíma sólarhring, sko. Þannig það er ekki bara ágindin að einhvern veginn að auðgast sem að fær fólk til að gera eitthvað í félagi, það er ekki þannig. Nei, ég meina að þú ert að berjast við rétt. Af hverju ætti fólk að setja upp leikrit eða stofna hljómsveit? Þetta sé allt bara fjárhagslegar möguleikar á fjárhagslegum ávinningi. Ég trúi ekki að Biggi hafi búið til Guskus að því hann ætlaði að vera ríkur á því og Benni fór ekki... Nei, ég meina það er náttúrulega list. Má ég taka þetta nákvæmlega það eins og þú sagði, Gunnar? Að ég var einmitt í einhverju grunnskóla partí með grunnskóla og það voru einhverju bankakallar og þeir fóru eitthvað að spyrja út í Guskus og þau spyrju, hvað var businessplan? Og ég bara, já, og svo, það var alltaf neitt businessplan, við vorum bara að gera tónlist, skilur. Þannig að,
oftast þetta bara þannig með fólk að við erum í einhverju samfélagi og við sjáum að það er verið að gera mat og ýmislegt og svona, þannig að það er hægt að gera ýmislegt annað heldur en að vera bara að rækta hveiti og slátra svínum eða kjúklingum, það er hægt að gera ýmislegt. Þannig að fólk langar að gera eitthvað og vill gera eitthvað og svo reynir það bara að láta það ganga upp. Þannig að þannig nálgast maður verkefni og það er ekki bara í listum, það er líka bara einhver langar til að vera með skóviðgerðarverkstæði á Raufarhöfn. En ef það myndi ganga upp og þú myndi fá rosa mikinn pening, ertu þá komin í annan flokk? Lendur þá í kapitalistaflokknum? Þú spyrja mig eitthvað núna, bara saman og ég var að kvarta undan og Gunnar eitthvað, hvenær get ég hent á því kapitalistaði stimpilinn? Ég er að spyrja Gunnar. Ég vil ekki þennan stimpilinn, ég bara reyna að segja hvernig þetta heldur okkur. Svo er þetta bara þannig að þú ert að gera eitthvað og síðan bara kemur því eitthvað inn í verkefnum sem þú ert að gera, þú þarf bara hjálp, skilur. Og svo er það bara spurningin á hvaða forsendum þú ætlar að fá það hjálp. Ég get náttúrulega fengið fólk til þess að vinna með mér og ég segi við það ég ætla ekki að borga peningin, ég skal gefa þér helminginn 100. Eða þá að ég fæ einhvern, þess að sjá sminki einhverju vídeo og ég veist bara, hvað viltu fá? Ég vil fá þetta, ok, ég skal borga þér það, skilur. Þannig að þar verður grunn, þar síðan bara, ef ég myndi segja bara, já, heyrðu, nú þarf ég bara að hafa þessa sminku bara alltaf í vinnu, og því að það er ódýrara fyrir mig að vera að borga en alltaf bara hitt sem hafs ég bara að díla við henni, nú vinnur bara við mig og gera þetta. Þannig að þetta er bara eitthvað svona meira sem vefur upp á sig. En það að þetta sé komið núna í eitthvað svona stríð utan umgjörðina, aftur, skilur, núna, að það er bara, það má ekki vera að láta það trufla bara hvernig við gerum hluti í samfélaginu. Það er það sem við erum miklu frekar að vera að pæli, hvernig styðjum við fólk til þess að gera það sem langar að gera og auka samfélagið. Í staðinn fyrir að vera Ég held að vandamáli, ég er ekki viss ég held að vandamálið er alveg á vinstrivægnum og er alveg hjá þeim sem skilgreinir sig sem sósíalista og hafa verið að taka þátt í verkalýðsstarfi til þessa. Vandamálið er þar bara brást eitthvað. Kapitalistinn eða þeir sem eru að gera business og gera græja og finna upp eitthvað, ég hef sagt dæmið bara með Kodak. Kodak in the 80s og ég hef sagt þetta áður, það var bara fyrirtæki sem var náttúrulega samtalið frumkvöðlastarf, óbúðslegt frumkvöðlastarf eins og bara Tesla og SpaceX og eitthvað. Og þeir voru að gefa fólki búið í kapitalisma og þeir voru að græða og þeir þurftu að bera ábyrgð að fullt að launa fólki. En strúktúr samfélagsins í Ameríku og var þá svipaður að einhverju leyti á Íslandi var þannig þá að það hafði verið lagt í alveg svakalega baráttu, blóðuga verkalýðsbaráttu og svona stéttabaráttu. Þannig að þar varstu með bara, og þetta hefur verið rakið í New York Times og ég las þetta bara þar. Og þar varstu með svona janitor, svona húsvörn sem er í ræstitæknir. Og þar tóku þau dæmi af konu sem var einstæð móðir í San Francisco eitthvað verkstað þar og hún er að skúra skrifstofurnar og tæma ruslið og hún er fastur starfsmaður. Hún er á launum og hún er með lífeyrissjóð, hún er með health insurance, hún er sjálf í kvöldskóla í háskóla, hún er með college fund frá Kodak fyrir börnunum sínum. Allt er réttindi sem þau ánist. Svo fóruð þið til Apple og ég er að tala í Apple tölvu og er með iPhone og er alveg hrifinn af því fyrirtæki og keypt mikið af vörum hjá þeim. En þá er búið að breyta strúktúrnum á samfélaginu þannig, meðal annars vegna linnulausrar áróðurs frá hægrinu og hvernig stéttabaráttan bara gleymdist og fólk gekk svona til liðs við kapitalismann. Bæði gengu til liðs við vinstriflokkarnir, hvort sem það er Samfylkingin á Íslandi eða Alþýðubandalagið eða Alþýðuflokkurinn eða hver það var. Og þá ertu að tala janitor hjá Apple. Hún er bara kínverskur verktaki. Hún á engan rétt. Á núvirði er launin hennar allt annars. Hún er ekki neitt. Hún er bara verktaki. Og þetta er munurinn og þetta er ástæðan fyrir að við verðum það getur vel verið að kannski verða gáfulegt að segja einhvern tímann, upp úr 1980, heyrðu, já, if we can't beat them, join them, maður. Við erum bara að ná rosalegum árangurum. Á 8. áratugnum í Ameríku og á Íslandi alltaf þessu öðruvísi en gastu fengi bara labba henni besta háskóli heimi sem bara alþýðubarn og hvort sem það var Berkeley eða UCLA og fengi bara fría menntun. Þeir eru búin að byggja samfélag sem að kyrðu upp bara babyboomerana og fólk bara
það var bara svona upward mobility og allt þetta sem var í gangi og gerðist líka einhver leyti fyrir foreldra mína á Íslandi. Og kannski var þetta lógísk ákvörðun þá að segja bara, heyrðu, vá, samfélagið er bara fínt. En það sem gerðist er að ójafnvægi var svo mikið, vegna þess að Maggi talar sko, kapitalistar að fylla hóluna, þeir eru alveg til. Og það hefur verið sýnt fram á þessu bara heimildamöndum Adam Curtis, þegar þú tekur sko game theory og lætur sko ræstutæknin, sem ég er að tala gera game theory leikinn, þá velur hún ekki alltaf bara það sem er best fyrir sig. En þegar þú lætur sko eiganda, þegar þú lætur sko entreprenörinn gera það, þá velur hann ótrúlega mikið það sem er best fyrir sig. Og þetta er bara eitthvað mannlegur, við erum öll misjöfn og svo framvegis, en við vorum með kerfi sem hélt betur upp. Á Íslandi vorum við með kerfi eins og foreldrar mínir fluttu inn í verkamannabústaði. Það er ekki til í dag, það er búið að leggja það niður. Ég bý í Vínarborg. 56% af öllu húsnæði, leiguhúsnæði í Vínarborg, er í eigu opinbera aðila ennþá. Þannig að mörg samfélög hafa ekki gengið jafn langt og Ameríka og Ísland vegna þess að við þurfum að hafa rosalega sterkar leikreglur og við þurfum að hafa ofboðslega háa skatta og við þurfum að hverfa aftur til rauninni hefðbundinnar stéttabaráttu. Það merkir ekki að Elon Musk megi ekki eða peningunum sínum í að búa til rafmagnsbíla. Það er bara mjög gott. En við þurfum að tryggja það að manneskjan sem skúrar hjá honum, hún njóti sömu réttinda og var barist fyrir inn í 80s. En við erum búin að tapa því og það er líka heima á Íslandi. Það er bara fyrirtæki eigu fjölskylda Bjarna Benediktssonar sem eru ræstuteknað í dag og þá erum við að tala sko maximal afköst. Þá í staðinn fyrir að þegar mamma var að skúra, þá gat hún skúrað 1 stykki og kannski með 2 stykki við daginn og hún var ekki allan daginn að skúra. En svona gat hún enst sem starfsmaður. Núna er sagt bara, heyrðu, ef þú getur skúrað 2 stykki, en ef þú skúrar bara 8 stykki, þá náum við hámarks afköstum og gefum þér engin réttindi og þú heitir ekki lengur Hulda Freyja Berntsen, heldur flytjum við inn frá Pólandi, þar sem þú ert kannski í einhverju neyð og veitu þér ekki sömu réttindi. Og svo bara spólum við fram í tíman og þá þurfum við á Sólveigu Önnu og við þurfum á bara hefðbundinni stéttabaráttu af því að það varð of mikið rof í samfélaginu. Má ég skjóta bara örstuð bara inn á þetta. Ég held að sé nefnilega bara til að setja aðeins smá lag og þetta sem þú segja Mikael, þá held þetta sé bara þannig að þetta var það að þetta fór út í það tal að það væri best fyrir alla en maður hugsaði bara sjálfa sig. Það var einhver kenning nýfrjálsuminn sem var keyrð í gegn og nú bara er hún komin út í skurð og við erum aftur bara komin á það að við ætlum að þurfum að finna leið þar sem við erum meira að hugsa að við sem að gera þetta saman sem samfélag. Við veistum við vera, Maggi byrjaði að tala af hverju ræðum að fólki vinnu og af hverju leggum maður það á sig að taka þessa ábyrgð, að vera sko yfir skipulagsheild og þurfa að prófæta, framleiða og deila. Og það er þetta moment sem sko menn eru kannski sammála að við erum ekki vondir kapitalistar, þó að gangi vel hjá okkur og við þurfum að ráða fleira fólk í vinnu og við þurfum að stækka og við þurfum að þenja. Það má vera að spyrja, já, er þetta þensluþörfin, er þetta græðgisþörfin, er þetta vaxtarþörfin sem hvetur okkur áfram? Það kann að vera. En ég vil meina sko að þetta græðgi mannsins kannski kristallast, að manneskjan breytist þegar hún verður andlitslaus. Og þegar hún verður andlitslaus, þá þurfið þennan hnefa verkalýðshreyfingarinnar. Þú veist, til þess að takast á við þessar skipulagsheildir vegna þess að þær verða siðblindar. Og þá gerist þetta að bröfni verða að því að sko, það virðist verið í eðli mannsins, þú getur skoðað mannkynssöguna, því að menn hafa sterka stöðu í samningum, hafa yfirburðastöðu, eða upplifa sig hafa yfirburðastöðu, þá svífast þeir meira og minna einskis. Þú sér þetta í Rómarsögu, þú sér þetta í kínverskri sögu, þú sér þetta í amerískri sögu, sjáðu bara dílarnir sem alríkisstjórnin gerði frumbyggja Bandaríkjanna. Þeir voru allir sviknir og þeir voru allir teknir í raskatið og það ætlaði enginn að standa við þessa samninga. Af því að mótparturinn var svo veikur. Og það er þetta sem gerir, manneskjan er nefnilega ekki bara góð, hún er líka vond og ég held að hún segir verst og vondust er hún þegar hún verður andlitslaus og þá verður hún partur af skipulagslegri heild sem svífst einskis ef hún upplifir sig í sterkri stöðu.
þetta kenning? Já, þetta kenning. Það ég að velta líka fyrir mér, hvenær eru samtök sem að berjast fyrir alls konar réttindum, hvenær eru þeir lögð niður? Hvenær bara stundum bara, hei, þeir eru búin að ná þessu, ég ætla að leggja það niður. Ég man ekki eftir neinu félag á Íslandi sem svona að lagt niður einhvern veginn, bara við erum búin að ná bara frábæra árangri. Það alltaf að viðhalda sjálfum sér í alls konar. Og ég held að það gerst aðeins með verkefælismenningu. Ég þótti ánægð með verkefælisbaráttuna núna, pínlítið, vegna sem mér finnst hún loksins vera orðin svona, það er einhver að berjast fyrir fólkinu sem þetta fólk að vinna fyrir. Sko formaðurinn að berjast fyrir fólkinu sem eru aftan hann. Maður fann ekkert alltaf það. En ég þótti ánægð með það. Ég ekkert ánægð með allt sem þið segja, en ég ánægð með sumt að þess að mér finnst allir að vera að berjast fyrir sko lítilmagnanum sem í samtökunum. En ég að velta fyrir mig, hvenær bara komið nóg af ykkur? Hvenær get ég lagt niður til dæmis bara, ég veit ekki, hvað heitir SCBS? Það ekki samtök? Það reka Reykjalund, það er fólk og sækir endurhæfingu, þú veist ekki okkar því. Berklasjúklinga? Það er ekki berklasjúklingar? Jú. En akkur er þetta berklasjúklingar? Það er ekki búið bara? Já. Það komum bara aðrir, fólk með lungnasjúkdóma og svo bara bjóða þau upp á mjög fína endurhæfingu, ekki veit okkur þetta loka SCBS. Ég sé bara fyrir mig fyrirsagnirna á morgun. Magnús Scheving vill loka Reykjalund. Nei. Já, Magnús, við látum þetta ekki fara lengra. Við verðum að lofa því, við verðum að gefa Magnús þetta fara ekki lengra. Magnús, ég skal koma með dæmi. Út í snjóin hérna fyrir jólin. Ég skal koma með dæmi fyrir þig. Þeir voru búin að ná reglum og stofnuðu annað félag þetta, Reykjalund og gera það vel. Það er að sér Ég skal koma með dæmi. Það var einu sinni til samtök herstöðva andstæðinga og var í land sem að barðist fyrir því að herinn væri hérna. Svo fór herinn, en bæði félögin héldu áfram. Og hvað gerðu þeir í staðinn þá? Þeir breyttu nafninu eins og þú vilt. Ég skal segja þér góða í herstöðvaandstæðinga. Við gáfum út á menntaskólaárum mínum blað sem var dreift í alla skóla, sem var hernaðarhyggju og friðarbaráttu. Og þetta vakti mikla athygli og þetta var mikið lesið og það var smá hiti og fólk voru að skrá sig í félagið og síminn stoppaði bara ekki hjá félagi herstöðvaandstæðinga. Það var alltaf fólk sem vildi vera að skrá sig í félagið og þá var haldinn fundur. Fjármunirnir voru takmarkaðir og þetta var reiknað út sko að annaðhvort þyrftu þeir að ráða nýja manneskju á símann til þess að svara símanum og leggja niður blaðið til þess að eiga fyrir því að hafa menneski að svara síman og það var ákveðið að leggja niður blaðið svo þau getur svara síman. Þetta voru samtökur Sumt er þessi eðlis að má ekki leggja það niður vegna þess að þarf, þú veist, án þessara eins og að einhverju leyti máli segja að verkalýðshreyfingin hafa einhverju leyti lagt niður vopn sín, allavega sum félögin og hætt að hugsa sko þá sem minnst mega sín og við töpuðum alveg bara óbúslega miklu eins og við töpuðum öllum verkamannabústöðum og við töpuðum ýmsu á meðan á þessu stóð á meðan við ákvaðum í rauninni að fallast bara í faðma og segjum bara heyrðu getum við ekki bara spjalla saman og verið vinir bara eins og Kata settist niður með Bjarna og bara heyrðu Bjarni þú ert rosa fínn og flottur gaur og ég er búin að vera með þingi í nokkur ár og við hljótum bara geta náð saman þetta og fólk svona fjall í faðma og við getum bara lagt niður Vinstri græna. Það skiptir mig engu máli hvort ég kjósi Vinstri græna en Sjálfstæðisflokkinn næsta ári og þetta var gagli og sumt má bara ekki leggja niður. Við getum ekki lagt niður Eflingu. Hvernig heldur að færi fyrir ég er að tala ræðslutakningu. Hvernig heldur að færi fyrir henni eða honum? Ég held þetta sé þannig, við má koma inn í það. Ég held að öll málefni sem hefur verið barist fyrir, þau úreldast ekki. Þótt það kannski hægja á þörfinni, kannski fyrir að knýja einhvern veginn áfram, en þetta verður að vera einhvern veginn lifandi sem hluti af einhverju sem hluti af umræðinni. Þannig að akkurat eins og núna, þegar við erum einmitt að yfirgefa frjálshyggjuna og erum að reyna að átta okkur sem samfélag. Þá bara mjög mikilvægt
að sem flest sem breiða samfélaginu séu í því tali og þess vegna erum við að sjá núna að það er að koma allt í einhverja raddir sem voru ekkert búin að vera neitt í umræðinu, bara út af því að það sem var búið að vera undan, það var ekkert tal í ganginum, bara Excel-skjali, skilur, þannig að það þurfti ekki að hlusta á neina aðra nema bara þeir sem vissi eitthvað Excel-skjali. En núna bara, þarf að tala aðra hluti og finna út öðrum hlutum og þá bara kemur bara træpið saman, allt træpið þarf bara að koma saman og tala þetta og þá þarf bara fólk að vera virkt pólitískt og koma að þessu borði og tala framtíðina og smíða hana saman. Má ég aðeins koma að öðru máli hérna sem að tengist eiginlega þessu samtali sem við verið hérna. Það bara fyrst og bara ekki sammála Magnúsi með þetta að sum félög þarf að leggja niður og sum að stofnarnir þurfa að leggja niður og það eðli stofnarna að viðhalda sjálfum sér og fatta ekki sín vitjunartíma. Takk fyrir það Magnús, yfir til þinguna. Já, það þetta ágætt sko, það þetta gildra sem að vinstri menn ganga oft í þegar þeir búum í kerfi sem smíðað af hægri mönnum og þeir á að leggja niður ykkur á stofnun og eitthvað svoleiðis þá fara alltaf vinstri menninni í vörn fyrir sko, stofnunnar af því að eins og það að viðhalda kerfinu. Ég alveg saman því að við höfum að endurskoða 5% af ríkinu á hverju ári. En herðu, ég svolítið hugsi með þetta því að ég var einhvern veginn að reyna að skilja persónusögu Magnúsar og var að spyrja hvort hann upplifði sig sem kapitalista því ég sá hann bara fyrir mig sem ungan dreng við vaxdúkinn heima hjá pappa sínum að tala sósíalisma og lesa Þjóðviljann og svo hvernig hann liti á sig sjálfan. Ég bara Þjóðviljann sko. Já, og mér fannst það bara áhugavert, ég vildi bara fá að vita það, hvernig hann leit á þetta, hvort þetta væri eitthvað sem hann hefði yfirgefið eða hvort það væri eitthvað sem að fylgdi honum og hann svaraði því ágætlega. En þið hins vegar sko fóru svolítið í rosalega vörn fyrir Magnús og ég er að velta fyrir mig sko, það orðið þannig að upphaflega var kapítalismi náttúrulega skammaryrði sem að sko Marx og fleiri fundu upp til þess að klína á þetta fólk og þeim tókst hins vegar að gera þetta sko þetta væri hetju að vera kapitalisti og kapitalismin væri góður og kapitalismin hefði fært okkur alls konar hluti og þeir kannist við þá góðsögn. Ég er að velta fyrir mér annars vegar, það þannig að þetta orðið skammaryrði sem kannski, myndi ég móðga Magnús meira ef ég kalla hann kapitalista eða ég kalla hann kommunista. Það er númer 1 og ég kannski lefa ykkur að svara því fyrst. Er það að vera kapitalismi? Benni svara öllu svona. Ég ætla að láta Benna svara þessu, en ég ætla að segja samt allt svona ismi, kommunismi og bara allt þetta ismi, svo veist bara kapitalismi og allt þetta ismadæmi, ég held að verði núna í framtíðinni þá verður svona náttúrulismi á milljón og ég held eftir svona 10-15 ár þá verður minimalismi sem verður bara í gangi. Þannig ég var rosalega fegin og myndi kalla mig minimalisma. Þá var ég voðalega glaður. En ég það komið með part 2 af spurningunni sem það að þið fóru svolítið í vörn og sem mjög skrítið vegna þess að það er einn rithöfundur sem gefur upp bækur og það veist að rithöfundar fá svo hlægilega lítið borgað fyrir það. Það er einn sem að býr til músík í Guskus og einn sem að berjast við að búa til einhverja bíómyndir. En þið voru einhvern veginn allir meira og minna til í að taka upp vörn fyrir kapitalismann sem svolítið kostulegt vegna þess að kapitalismi sem að við vorum að taka vörn fyrir Magnús Scheving, ekki kapitalismi. Það er þú að reyna þú hérna út á hlutunum, við elskum Magnús Scheving pína hann. En ég var bara að spurja mannin, þú veist, hvernig upplifir þessu kapitalisma? Þið tókuðu öllu þess og ég væri að klína Já, þetta er svo gildislaði orð, það er erfitt við þetta, þú veist, þau eru að vera að reyna að nálgast að leysa einhvern veginn úr þessu og finna nýja hugsun í grænu hagkerfi og bla bla bla, það bara eru bara sum orð alveg hrikalega gildislaðin og bara leiðu segja það bara Ok, þá er spurningin, er það það þannig? Og umhverfan bara stoppar. Er það þannig að ég leist upp hvaða kvöldverðarboð sem með því að spurja einhvern að þessari spurningu? Já, og líka spurningunni, hefur þú hugsað dauðan? Má ég svara? Það er fólk í því ákveð. Þetta er frábært ákveð. Og ef ég má svara þessu, þetta er nefnilega einmitt, í mínu uppbyldi var það ljótasta sem var hægt að segja nokkra mannesku var heimdellingur. Það var sagt fólk og bent á það. Og ég veit fjölskyldur þar sem það var auðvitað kommunist og svo framvegis. En ég meina í þínum munni Gunnar Smári, þá er kapitalisti skammaryrði. Og ég vildi bara benda á það að þá ertu rauninni að benda á alla þjóðina vegna þess að við erum samkvæmt skilgreiningu þetta. Ef kapitalist sá sem lifir á kapitalinu, þá erum við öll kapitalistar. Og þetta verð ég að segja vera sammálað með, það er ákveðin gildra í okkar samfélagi.
Halldór Laxness lýsir því að frjáls manneskja, til þess að vera frjáls og heilbrigð manneskja, nægir ekki bara að afla brauðs á borðið fyrir börnin. Þú þarf líka þak yfir höfuðið og þú þarf líka tíma og næði fyrir andlega næringu. Þannig hinn frjálsa manneskja í hans sósíalíska útópíska samfélagi manneskja sem vinnuframlagi sínu getur framfleytt fjölskyldu og haft frítíma og næði og þak yfir höfuðið. Þar með getur þú verið frjáls manneskja. Þegar þú hefur ekki, ef allir þinn tími fyrir að afla bara matar fyrir börnin þín og þau lifa af, eða bara þakið, þú er engan frítíma fyrir andlega næringunni, þá ert ekki frjáls, þá ert í hlekkjum. Og í okkar samfélagi, eins og við erum í dag, þá þetta nánast svona á launamarkaði. Ef við ætlum að vera frjálsar manneskjur og afla einhverja tekna, þá eru flestir á því að við þurfum helst að eiga íbúð sem skapar okkur leigutekjur. Við þurfum að hafa fleiri en einar tekjur. Með öðrum orðum, þú þarft einhver staðar að vera arðræna aðrar manneskjur til að skapa þér þar aðstæður að vera frjáls manneskja í friði Guð og menn og afla nóg. Hver leigir íbúðina? Er hann ekki við? Það hinir eitthvað? Hann ekki hluti þessu við? Við erum öll kapitalistar, svo allt ekki verið ljós að þú ert að leigja einhver íbúð og þar eitthvað sem leigir. Já, þá hann ekki kapitalist, nei. Hann ekki við eins og mjög. Hann fær ekki að vera við. Hann ekki við? Jú. Þú sagðir að við værum öll kapitalistar. Ok, stór hluti af okkur fyrir ekki. Og hvað eru hinir? Já, hann á kannski svo sem leigir íbúðina, hann á kannski sparifé og svo mjög ólíklega. Þá hann kapitalist, ég kann hvað þér. Það sagt stundum að þú ert raunverulega ríkur þegar þú ræður tímanniðinu sjálfur. Ég finn nefnilega að ef að Gunnar Smári, hann mjög svona, hann keyrir dálítið grimmt svona á hluti, ég vildi að hann myndi breyta orðaforða. Og ég ætla að þeim þessi spurningi dálítið góð hjá honum, þetta skammarirði, ef hún myndi segja þér í veislu, ert þú kapitalismi eða ert þú kommunismi, þá springur veislan í loftu, springur í loftu. Ég líti á, ef maður myndi breyta aðferð, aðferðafræði, myndi ekki segja neitt að þessu til að ná lengra, það verið að sprengja boðið, þá myndi hann svona komast aðeins lengra inn. Það var einhvern veginn svona. Mér finnst að það ættu allir að hafa tattor á ennið, everybody wins. Allir eigi að vinna. Að þú getur ekki gert neina ákvörðun nema allir vinni. Þú mátt það bara ekki. Þú mátt ekki, og þú eru stjórnmálamaður og þú sendur bara þetta tattoo beint hérna niður til í tattoo Reykjavíkur og þú bara tattoo ennið á þér og líki hendina á þér þess. Þess að þú sér þetta sjálfur og þú horfir á næsta þingmann og það stendur bara allir vinna. Og þú getur bara ekki komið með neina hugmynd nema það sem allir vinna. Það bara ekki hægt. Eins og sósíalismi, það þannig að allir vinna. Þetta mjög áhugavert. Ég tók eitt kúrs í Hagfræðinni sem var einmitt þegar að reikna þjóðarhag af hlutunum. Og það finnst manni stundum ekki vera alltaf bara að skoða, þetta í raun og veru til hagsbóta fyrir þjóðina og það sé skoða kannski aðeins víðara samhengi heldur en bara peningalög. Það að ég að segja. Þess vegna held ég að hagfræðingar á Íslandi, og flestir, þurfa að fara í einhverja svona endurmenntun í hvernig reiknaður hagvöxtur. Og við þurfum að skilja... Þeir kunna þetta allt saman. Allir sér hagfræðingar sem eru með einhverja ratti núna eru bara frekar vinstri sinnaðir og eru að tala bara að fólk fara meiri tíma, Gylfi bara krakkar með að koma til skóla. Það eru allir tilbúinir. Það er annar stað sem fyrir stað. 2014 fekk Norðurlandaverðlaunin grænir bankar, bæði í Svíþjóð og Danmörku og grænir bankar voru samfélagslega meðvitaðir bankar sem fjárfestuðu að bjugga upp á fjárfestingarleiðir fyrir einhverja hluti sem höfðu einmitt félagslegar afleiður sem annarkvort græna voru góðir fyrir umhverfið eða félagið og fólk gat sjálft komið með sparifé sitt, valið hvert og hvar átt að fjárfesta og það var gegnsætt og það sá það og það þurfti að vera þessi félagslegi plús, þessi win-win plús og í þessu samfélagi, í þessum bankum var allins ekki hægt þá að fjárfesta í einhver Rio Tinto eða einhverjum félögum sem skilgreind voru með win-lose situation. Og þetta er hugmynd sem kapitalismin hefur búið til innan ramma kapitalismans. Þetta er svona hugmynd sem hann reynir að markaðsetja að hann geti sjálfur leyst eigin vanda. Kapitalismin gengur ekki upp, en við erum hérna með markaðslaust sem að mun leysa kapitalismin. Mér langar samt að spyrja aftur hérna það á hverju þið fóruð svona í rosalega vörn. Því að ég er að tala kapitalisma og þá er ég að tala bara systemið sem að hægt og örugglega flytur peninga frá þeim sem að lítið sem ekkert eiga til þeirra sem eiga rosalega mikið
og eiga alltaf sífellt meira. Það og bara endalaust dæmi til þetta, hvað auður 1%-sins eða 0,1% hefur vaxið mikið. Þið getið lesið þetta í öllum blöðum og meiri segja ríka fólkið er byrjað að halda ráðstöfunir þetta sjálft, að ójöfnuður hann bara gengur ekki. Þetta afleiðing kapítalismans. Og ég að velta fyrir mér, af hverju eru þið sem að einstaka sinnum hafi haft nokkra í vinnu, af hverju farið þið í vörn fyrir þetta system og teljið ykkur eigið eitthvað skilt við Elon Musk eða Buffett eða einhverja svona stór kapitalista. Þið finnið ekki til andleg skildleika með þeim en ekki með skúringakonunni sem að Mikael var að taka dæmi á. Buffett er náttúrulega kapitalisti, sko. Buffett er allt annað. Hann er algjör bara fjármagnseigandi. Hann er ekki verið entrepreneur á neinu. Hann er bara í rauninni... Hann kaupir bara gamla hluti. Hann kaupir bara gamla. Já, og hann er meira sko, mestur auður hans hefur hann byggt á því að fjárfesta það sem að fleitir ofan á tryggingauðgjöldum. Þannig að hann er náttúrulega alveg sko svakalegur bara kapitalista. Ég held að það sé eitthvað leiti neikvægt, þannig að eitt er að vera bara, þú veist, eins og Benni hittir Magga Skeving í flugvél og er með sko hið íslenska Game of Thrones og hann ætlar að ná í 96 milljónirnar og er alltaf farin að gera eitthvað, þú veist, hann er kannski að borga jafn góða laun og Maggi var að borga þegar vinir mínu voru allir að vinna og honum að Latabæ og voru sáttir og þá var ekki hægt að segja að hann sé að arðræna þó hann vinna því að búa til eitthvað íslensk Game of Thrones þar í Garðabæ og í hrauninu þarna sem að Ómar Ragnarsson var borin út úr og allir vinir mínir að vinna og ég fæ að skrifa nokkur handrit og Benni borgar með 50.000 € á handrit og það því hann borgar svo vel og en þess vegna fór ég vörð þess að eitt er að vera kapitalist og sem ég myndi flokka sem sko fyrir utan að við búum í kapitalist samfélag bla 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 það er ákveðið svona allavega fyrir mér skilu er ákveðið svona arðrán farið í því skilu ég sé ekki hvorki Benna en ég Magga vini mína fyrir mér vera sko að einhvern veginn svipta einhverja skúringakonu lífsviðurinn og láta hana taka 8 stykki á 8 tímum í staðan fyrir að borga bara mannsamandi laun sem að ég þekki það bara af því sko. 80% af öllum auði í heiminum er erfist, sko. Það er ekki eins og bara kapitalistarnir alltaf halda því að okkur að þetta sé einhverju svona entreprenörar sem að bjuggu til sín auð, en það er bara sáralítið brotanum, meira og minna þetta bara sama fólki. Það er ekkert eins niðurlægjandi eins og erfitt. Já, ég ætla að segja. Það er ekkert eins niðurlægjandi, talandi frjáls mann og Laxness, þá segir ég, skáldið Mikael Torfason segir, það er ekkert eins niðurlægjandi og hafa erft eitthvað. Ég er því 70 skall eftir faðir minn og er mjög stoltur af því og jarðarförin kostaði 1 milljón. Það er að vera frjáls maður. Þegar fokkert, ég erði ekki neitt. Ég hefði geta rifist í systemina eitthvað svona hugmynda hárgrunnstofu, en við segjum bara, eigðu hárgrunnstofuna, who cares? Það er ekkert eins pathetic að hafa erft eitthvað. Magnús erði góða lífsafstöðu og samstöðu með það allt annað. Ég erði bara slæma lífsafstöðu föður minn sko, sem drakk sig í hel og er ekkert verri manneskja fyrir vikið sko. Já, ég ætla að nefna eitt að það er ég er búin að búa út allt og kynnast fullt af fólki og þegar ég var 14 ára eða 13 ára þá voru flestir vinir mínir að sniffa lím og voru nánast stöðum lífi og á Kambsstanga og þetta var bara, þú veist, ég geta að fara í báðar áttir sko. En það er nefnilega eitt sem Gunnar Smári held ég að þú þurfur að hugsa með svona power eins og þú ert með. Og þessar spurningar sem þú spurði strákana, þú veist, og þeir voru að verja ekki kapitalisman. Ég sá ekki Benna og þessar stráka, ég sá það ekki að verja kapitalisman svona mikið, en þeir hjálpuðu mér að eins og takk strákar aftur. En það sem þegar þú kemur inn í búð, kapitalismin fattar þetta, þú kemur inn í búð og ég segi, can I help you? Og viðkomandi segir bara nei, þá er búið að loka á samtalið og ég get ekki hjálpað viðkomandi meira. Ég get ekki ráðist á hann og sagt, jú, ég ætla að hjálpa þér. Nei, það er ekki hægt. Og þú getur aldrei sýnt viðkomandi nýju vörurnar sem varst með nýju t-shirtið, getur ekki sýnt það. En ef þú breytir spurningunni þegar manneskjan lappar inn í búðuna og segir, have you been here before? Hefur komið inn áður? Þá myndi viðkomandi segja, nei. Herðu, ég er þetta með nýja t-shirt hérna. Eða hún segir, jú, hvernig var það? Í síðustu viku? Já, síðan þá er ég með nýja t-shirt.
og það enda allir aftur upp á nýju t-shirtinu, matter what they like it or not, þá ertu komið þangað. Og ég held að Gunnar Smári þurfa að breyta þetta, ef hann þarf að ná árangri með þetta að samfélagi verið jafnt, þá þarf að breyta aðferðafræði. Og spurning Magnús, Magnús, ég held að þú þarf ekki ráð fyrir að ég sé ávarpa kapitalistarna. Ég ekkert að því, sko. Ég þarf ekkert að breyta þeirra hugmyndu. Þeir mun ekkert breytast. Þannig ég ekkert að tala við þá. Ég þarf ekkert að sannfæra þá að þeir hafi verið hérna áður. Þeir geta bara að fokka sér. Menn hafa áhrif á samfélag. Fólk breytist. Og ég vil meina það að við eigum að reyna að fara miklu meira í einhvers konar balans í öllu. Balans milli frítíma og heilsu og sköpunar og peninga. Ég held að sé aldrei gott ef að peningar ráða bara för. Þú ert að tala sósíalisma, Magnús. Þú ert að tala allir hafi tækifæri á því að lifa góðu lífi, hafa frítíma. Í hvaða tækifæri Kína í sósíalisma eða í Rússlandi var í sósíalisma? Rússlandi, það bara allt sem einhvers virði í okkar samfélagi má rekja til sósíalisma. Það eru almannatryggingar, það eru frí, það eru 8 stunda vinnudagur, það er sumarfrí, það er veikindaréttur, það eru atvinnuleysisbætur, það eru spítalar, það er heilbrigðisþjónusta, það eru skólarnir, allt sem skiptir máli má rekja til sósíalismans. Og kapitalistarnir þínir hafa verið á móti þessu öllu og ekki verið að segja við mig að ég ætti að fara til þeirra og fá einhverju samþykki þeirra fyrir hvaða stefna ég að vera til þess að draga Magnús til ábyrgðar fyrir alltaf slæm í heiminum, Gunnar. Hvað er að gerast hérna á föstudegi? Gunnar, þú verður nú aðeins þú skilur hérna. Nei, ég er ekki að segja, Magnús var að segja að ég ætti að fara að tala við kapitalistarna til þess að láta þá fallast á hitt og þetta. Ég sagði ekki kapitalismana, ég sagði við alla. Þú ættir að breyta spurningunum fyrir alla. Ég get ekki ráðið við það þótt að Þú ert áhrifavaldur. Hlustaðu á mig aðeins, Magnús. Ég get ekki ráðið við það að kapitalisman hafi tekist að heila þó svona stórhölda þjóðirnar sem heldur það að sósíalismi sé einhver það sem allt muni fara til fjandans. Ef við skoðum hvað kapitalismin hefur verið að gera í Íslandi bara undanfarin 20 ár. Hann er góður leið með að rústa heilbrigðiskerfið. Hann er búinn að leggja í rúst byggðir hringinn í kringum landið með kvótakerfinu. Hann er að brjóta niður heiðarlega verkamannavinnu, það sem skúringakonan Smikka gat lifa sómasamlegu lífi, í fábreyttu lífi, hann gat lifa með eitthvað sómasamlegu lífi, hann er búinn að tróða henni inn í einhverja starfsmannaleigur. Kapitalismin er búinn að brjóta niður allt sem er gott í samfélaginu okkar og svo ætlar að koma til mín og segja það að ég sé að boða einhver byltingu, einhvern óróa og hitt sé stöðuleiki. Ég er að boða stöðuleika, ég er að boða sómasamlegt líf eins og við ólumst upp með og við söknum og við viljum fara aftur til. Þetta er bara spurning skilgreiningar og orðum. Þú veist, þetta er svolítið grátt orð. Það er alveg rétt sem þú bendir á það. Er þetta orð skammarirði eða er það orðið hrósirði? Eða þú veist, þetta er eins og, ég meina, Halldór Laxness sagði það væri heiðursnafn að vera kommunisti. Það var heiður sem hann þorði varla að kalla sjálfan sig því það þyrfti einhver annar að heiðra hann með því að kalla hann kommunista. Og svo segir maður í Bandaríkjum hvernig bara eins og þessi, þú ert að segja okkar viðbrögð við orðinu kapitalisti hafi verið, þetta minnir á það hvernig þú veist, ef ykkur kallaður sósíalisti í Bandaríkjum, það verða allir að afsaka það og reyna að segja nei, hann er nú ekki svona sósíalist og okkur finnst þetta bara hlægilegt, okkur finnst þetta bara aprísíandi, þú veist, og hvað eru meðvirkni með því, en það er og ég skil alveg þína baráttu að flytja orðræðina, Gunnar, og einmitt, og þitt mission er að búa til skammarirði úr þessu orði. Já. Og það er, ég skil það alveg, ég skil það sem dramatisti og ég skil það sem félagiðinn í baráttunni. Ok, gott. Magnús er að gefa þér hérna sem spindoktor nokkuð góð ráð fyrir baráttuna. En og hans ráð er ekki að stuða burt þá sem þú vilt gera vinið þínum, skilur það. Hann er að segja við henni ekki drepa óvinið þína, change their mind. Og ég er eiginlega með þetta þarna að það er skilgreining á þetta, því að þú ert með skilgreiningu þarna, hún er svolítið óskýr. Þú kallar kapitalist rauninni sá sem stundar arðrán, þá sem byggir arðrán sitt á að vera fjármagnseigandi á einhvern hátt. Og þú veist, og vinnur ekki vinnuna. En þú veist, en þetta orð kapitalisti er eiginlega orðið því miður í skilningi okkar breiðara hugtak, víðara hugtak og þín barátta er pínlítið á brekkuna að kalla það að búa til skammaryrði, það reyndar er ekki fyrir marga þannig, en þú þarft að skilgreina það betur, bara, þetta er svona,
tips frá. Ok, en það eitt sem að ég tekið eftir að fólk að tala kapitalisma, að það heldur að það sé til dæmis, það var hagfræðingur, mætti í þann verkaþátt sem samkynnisþáttur okkar, sem rauði sófinn hjá honum Gíslamastinni, og þar mætti hagfræðingur í svona innskott og var að tala jólin og hann var að segja sko að kapitalismin væri ekkert slæmur og það var ekkert slæmt að jólin væri svona markaðshátíð, því að kapitalismin væri ekkert slæmur, kapitalismin væri svona ef einn bakar brauð og selur öðrum að það væri kapitalismi. Þetta náttúrulega ekki kapitalismi, markaður, fólk var að selja á markaði löngu áður en kapitalismin var til, hann bara 200 ára gamall, en bændamarkaður miklu eldri, þannig að ekki láta ljúga ykkur að svona frjáls markaðsviðskipti sé eitthvað tengt kapitalisma, það allt annur erfið. Þannig hugtaki orðið loði, það búið að setja það sem á eðlilega viðskipti fólk og samninga fólks, það allt pakkað inn í hugmyndin kapitalisma, skilurðu. Og þess vegna ykkar bara átt aðeins að skilgreina óvinni betur áður en þið setja merkimiðan og krossvestiðan og brenniðan. Má ég koma inn á þetta? Þú ert að spyrja að ég var að verja kapitalisman, sem alls ekki. Ég held að verði bara kannski spurning bara hversu ætlar að draga fólk til miklar ábyrgðar fyrir kapitalisma. Ætlar að draga Magnús Scheving bara upp í einhverju ábyrgð að vera hluta af þessu kapitaliska kerfi, vegna þess að við erum að hluta af þessu kapitaliska kerfi og svo fólk bara að gera sig og það bara mjög mismunandi dræfi fólki hvað því finnst gaman að gera í lífinu, sumum finnst gaman að byggja eitthvað upp og aðrir meira að stunda eitthvað að hugvísinda eitthvað dóttum og við erum bara í þessu kerfi og þetta miklu frekar að sjá bara Magnús Scheving, hann bara athafnamaður og hann mun láta hluti gerast bara í hvaða umhverfi sem hagkerfis umhverfi sem hann settur inn í, hvort sem að það kapitalist eða sósíalist eða hvað sem eða bara barter samfélag, hvað sem þá væri Magnús Scheving alltaf athafnaður að gera eitthvað stórhuga og meðan ég væri kannski eitthvað meiri far að gera eitthvað svona, þannig ég held bara að í staðinn fyrir að kannski draga einhvern fólki og reyna að benda á eins marga kapitalisma bara að reyna að vera að fá frekar aðdæma fólki til að segja, þetta kerfi ekki að búa til gott samfélag ef við ekki breytum þessu. Ég hjartalega sammála þarna, þetta eiginlega dálítið skrítið, ég held að þegar menn alltaf að setja sig öðru hvoru megin á vegasalt, ég held að það sé bara ekki gott, ég held að maður þurfi að hætta að benda í allar þessar áttir og þetta, við þurfum einhvern veginn að hugsa meira svona, en svo áttar maður alltaf í á því að fólk hugsaður engin eins, sumir vilja annað og aðrir annað. Ég held að þetta er svona samvinna, eins og allur líkaminn samvinna, bara allur. Þú getur ekki verið án heilans, þú þarft vöðvana, þú þarft að geta skitið og þú þarft öll líffæri. Og mér finnst svo skrítið maður fer að segja líffærið þarna, heilin svo ógeðslega glattaður vegna þess að rassinn líka vestur og sko, eins og líffærið sem voru að rífast hvað var merkilegasta líffærið og rassinn endaði að segja ég merkilegasta líffærið, annars verður fullur á skít. Ég held að sé líka mjög mikilvægt bara eins og segir sko bara að líka bara að sko pick your battles vegna þess að þú þarft að velja sko hvað ætlar að brjóta niður. Hvar ætlar að höggva og þú vilt ekki vera að lemja einhverja aðra sem þú þarft eiginlega hvað ætlar að brjóta niður? Strákar, má ég þriðja skipti segja það sem þið tókuð það sem okkur ásökun, það sem ég spurði Magnús, ertu kapitalisti? Af því hann var búinn að segja æskusögun af uppeldi sínu hjá sósíalistunum og ég var bara að spyrja hvernig hann upplifði sig sjálfur. En þetta svo hættulegt orð að þið upplifðu þessa saklausu spurningu, Magnús, ert þú kapitalisti, sem alveg rosalega árás á hans svona innsta eðli og sómakennd. Ertu ekki ánægð með það? Þetta ég búin að vera að spyrja ykkur síðan, það virkilega þannig? Er ekki markmiðið að búa til svona skammaryrði? Ég held að þeir hafa verið svo hissa að þú skuldi segja hvort að ég væri kapitalisti, vegna að þú ættir að vita. Já, nei, þú ættir að vita það náttúrulega, sko, Gunnar Smári, að ég það náttúrulega bara alls ekki. Ég deili með, skilur, allt mitt líf hef alltaf gert og hef bara alltaf tíð gert það. Það fyrir við bara á Zoom ala nonfund. En ég held að, Magnús, þú fáir ekki starfi sem spinndoktor sósíalistaflokksins. Ég væri til í að tala við hann. Magnús alltaf að sækja það. Þegar ég skal útskýra af hverju.
Því miður, ég meina, ég held þú getur alveg orðið effektífur, en þau munu skilgreina þig bara eins og þau skilgreina inn á gömlu verkalýðsforystu sem þau ýttu burt, sko. Ég held að það sé missjón núna sósíalistaflokksins og ég eiginlega svolítið sammála þeim, að polarisera umræðuna. Ég er sammála þeir ætla að gera það. Ég held að það sé röng aðferðafræði. Hún virkar alveg að menn geta verið alveg að ystu nöf alltaf báðu megin. Það alltaf space þar, Britney Spears, Björk. Það alltaf space út allt. Það alltaf, menn geta alltaf fundið sinn vinkil og búið til eitthvað svona. Það alveg hægt. En ég held að það sé ekki gott fyrir samfélagið. Ég held að það sé bara ekkert gott. Ég held að það sé mikið betra að nefnum bara dæmi. Það einhver gæi sem bara segir einhver skapaðan hlut einhvers staðar og það verður bara allt brjálað. Aldrei hægt að spá í það bara, var kannski eitthvað rétt sem hann sagði, þurfum við að dæma hann og krossfesta hann fyrir þetta? Ég þoli þessa umræðu ekki lengur. Það einhvern veginn svona, og ég held að gerist út af þessari pólariseringu. Ég held að gerist þar. Og þetta spyrir sósíalismann, af hverju ætti einhver Íslendingur að leggja það á sig að skaffa fólki vinnu? Af hverju á ég eða einhver annar að vera með hausverk yfir því að fá borga eftir 9 ár eftir eitthvað verkefni ef ég get labbað til ríkisins og fengið mig vinnu bara við það að gera eitthvað, skilur, bara að vinna bara hjá ríkinu og ég labba síðan bara helgar klukkan 4 í hættur. Ég meina, sko, af hverju? Og þess vegna segja það, þetta er svo Magnús, ég veit ekki, það það sem ég ger, en eitt sem það það sem að en þetta enn mitt líf, skilu. Ég stundum að skrifa bækur bara, þú veist, mörg ár og, þú veist, ég kannski rosalega vitlaus kapitalisti og svo bara mörgum árum seinna þá fæ ég 23% af sölubókanna og að gefa hann út á íslensku í 350.000 manna landi. Ef ég kemst á metsölulista þá seldi ég sko 3.000 eintök og það sko 1,5 milljón. Ég verð að segja, ég sakna Magnús, bara þér að svara þessu, en ég veit að við erum öðruvísi týpur og það mjög mikilvægt að átta sig á því að fólk mismunandi, þannig að það mjög alveg stór hættulegt að alhafa á aðra einhvern veginn út frá sjálfum sér og sérstaklega þegar maður heitir Magnús Skeving og Mikael Torfason og Benni og Birgir Þórðarson, Gunnar Smári Egilsson. Ég held að við þurfum allir að passa okkur bara mjög mikið á þessu, en ég verð bara að segja, ég sakna dálítið mikið þegar ég var bara í vinnu hjá Íslandsbanka og fekk bara launaseðlinn minn og ég mætti, mér fannst ógeðslega gaman að forrita, mér var skemmtilegt að búa til, ég var að leysa vandamál, samþætt einhver atriði og þetta var mikil hugarsmíð og mjög mikil sköpun að vinna og ég fekk bara borga á mánuði, ég gat stilt allt af, þurfti aldrei að hafa neinar áhyggjur, bara var með allt í greiðsluþjónustu og þurfti bara að hafa, ég var bara frjáls eins og þau voru að segja, ég hafði bara frítíma til að vera laus við eitthvað svona hark. En eftir að ég búin að vera í tónlistinni, það einhvern veginn, maður veit aldrei hvernig maður búin í vinnunni og það alltaf hart. Og hérna vil ég koma inn. Þetta líf sem þú varst að lýsa, Biggi, lífið sem allir eiga skilið. Og þetta ástæðan fyrir að ég skilgrinni mig sem lýðræðissinnaðan sósíalista eins og þeir gera félaga minni í Ameríku. Af því að þetta lífið sem við eigum öll skilið. Sama hvað skoðunum við höfum, sama hversu vitleysingar við erum, sama hversu rangar ákvarðanir við tekið, eða við ættum slæmt uppeldi, eða við erum heilsulaus, eða hvert. Þetta lífið sem við eigum öll skilið og líka við listamannaaumingarnir. Má ég kasta einn sprengju á okkur? Ég líka með sprengju, ok, þú fyrst Maggi. Ok, ekki gleyma þinni, hún kemur hérna, ég kasta einn sprengju, hún þessi. Af því þú talum að eiga skilið, og ég alveg sammála þessu auðvitað þá að reyna að gera allir geti gert alla drauma og gert allt að eiga skilið. En það sem ég að velta með, það verður að kenna krökkum núna alveg fullum það hvað að þau hafa svona réttindi. En það aldrei satt réttindi og skildur. Ég held að sem member of the samfélagi hefur maður líka skildur. Maður hefur skildur til þess að hugsa kannski svona eins vel heilsun og maður getur til að minnka... Maggi, Maggi, þú ert að tala við fólk sem í skildu námi, þú ert að tala við fólk sem í skildu námi og hvað stendur upp á endan þarna og að segja þeim að þau axla engar skildur, þau eru í skildu námi. Já, býttu,
það verður að vera samt þannig að þú verður að geta skilgreint orsök og afleiðing á öllu. Það hefur ekkert þannig, maður getur bara að haga sig hvernig sem og lífið bara gerist. Það ekki hægt og það er ekki hægt að hugsa það svoleiðis. Og mér finnst að vera bara þannig að ef maður ætlar að hafa samfélag, ég það nefnir sem dæmi, einhver að krota í strætó. Í gamla dag sagði einhver kona við mann í strætó, ekki krota, ekki gera þetta. Í dag segir engin neitt. Það verður að nauðga konum á strönd og það eru 50 mann sem horfa á það. Það segir engin neitt. Skilur mig? Það er komið að því. Það er bara að grípa eitthvað búlsitt á netinu. Herðu, byrjuðu strákar, við verðum að hætta núna því að það er aðvendan og Bogi sem er aðstokkur, hann þarf að fara heim og baka pifakökur. Benni, þú hefur spenna. Benni við sprengjuna. Það er smá rými fyrir eina bombu, Benni. Já, ég ætla bara að segja, talandi endurprunir á okkur strákar sem erum í frjálsabransanum, við getum huggað okkur við það að við vorum skapaðir til að vera svöng ljón út á mörkinni, að harka. Leið og við viljum ekki vera feit ljón í dýragarði með launatjekkan hjá Íslandsbanka. Þá verðum við óhamingjusöm til lengri tíma. Við þurfum að vera svangt ljón. Það er heilbrigt ljón. Er það kapitalism? Nei, það er bara svangt ljón. Kapitalism, hann gengur út af það, allir séu svangir, að vilja eitthvað meira, halda öllum svöngum, það er þína fyrir fram að þú ert að fá þetta, núna ertu svangur, hérna er eitthvað sem þið langar í. Skilur, við erum að tala bara auglýsingar sem segja Eru ljónin í dýragarðinum hamingjusöm? Ekki fara í hakum í dag. Prófaðu dag þar sem þú notar ekki kortið. Næstu dag. Benni kann að sprengja ljón í dýragarði? Benni kann að sprengja partíð. Hvernig endar maður þennan þátt eiginlega? Hvernig get ég stoppað þennan þátt? Herðu. Við verðum að halda áfram setna, það er málið. Já, við verðum að halda áfram. Ég er með nokkur verkefni. Ég er með hvort að þið geti ímyndað ykkur veröldina án kapitalisma. Hann er til dæmis nýr í mannkynssögunni, getið ímyndað ykkur að það sé hægt að búa til samfélag sem er ekki kapitalismi. Og númer 2, ætla ég að velta fyrir ykkur að hvort að þið myndu hafa því fyrir að vera að skrifa bækur og búa til bíómyndir og semja músík og búa til sjónvarpsseríur og hvað sem að drífur ykkur áfram í lífinu. Ef að þið gætu kannski bara gengið í Heimdall og SUS, komið ykkur upp inn í Sjálfstæðisflokknum, farið svo kannski að vinna hjá Gamma þar sem þið fáið að vinna með hinum strákonum, ef það gengur ekki þá fáið að vinna hjá Kvikubanka og ef það gengur ekki þá þið kannski gerðir að framkvæmdastjóru Samtaka atvinnulífsins og svona. Ef þið hefðu möguleika á því að lifa svona auðveldu lífi eins og þeir sem eru að þjóna kapitalistunum og þeir sem eru ríkir, ef þið hefðu kost á því, myndu þau kannski sleppa því að vera skapandi og lifa góðu lífi. Því það er ekki þannig að fólki sem lifir hjá hennu opinbera lífi, hennu rólega lífi, það eru þeir sem að lifa í nálægt við kapitalistana sem að lifa hennu rólega seldarlífi. Þannig nú það. Hafið það í huga? Vinur minn vinnur í hreppnum í Borgarnesi og hann er hamingjugastur maður sem ég þekki. Hann er bara algjörlega sáttur við allt, hann þarf ekkert meira, hann er aldrei svangur og hann finnst bara æðislegt, hann er búinn á skóflunni og hann bara mokar, hann var líka sett út úr því, segir hann, og that's it. Hann bara algjörlega sáttur. Þannig ég held að þú getur fundið báðum megin og það þýðir ekki fyrir verkalýðshreyfinguna að koma með alltaf bara dæmin sem eru bara öðrum megin í verkalýðsbaráttunni einhvern mann sem vinnur eitthvað. Það eru líka til hinum megin og þess vegna er ég að segja, ef þið ætla að pólaræsa eitthvað svona mikið, þá þurfum við að komið með miðjuna líka. Ok, þá er það þriðja verkefni fyrir næsta þátt er að hvernig getur maður endað þennan þátt? Hvernig getur maður náði að segja og þakka ykkur kærlega fyrir komuna? Mikael, Benni og Biggi og Maggi og hlustendur fyrir að stoppa hérna við hávaðaborðið, rauðaborðið á föstudögum og við höldum áfram. Sjáumst eftir helgi. Takk.